Góðan daginn og verið velkomin til mín í þennan þátt hérna, Pólitíkin með Bryndísi. Heyrðu, við ætlum að halda áfram að fjalla eitthvað áhugavert. Ég ætla ekki að segja að þetta séu svona gleðimálefni sem við ætlum að ræða í dag. Það er skipulögð brotastarfsemi. Og ég hef fengið til mín góða gest, hana Sigríður Björk Guðjónsdóttur, ríkislögreglustjóra. Takk kærlega fyrir að vera hérna með mér. Mín er ánægð. Skipulögð brotastarfsemi er nú eitthvað sem að almenningur er nú kannski ekki að velta fyrir sér svona dagstælega. En þið hjá ríkislögreglustjóra hafið gefið út svona áhættumatsskýrslur, er ekki rétt hjá mér að þetta koma út annað hvert ár eða eitthvað þess að dag? Svona það bil, jú. Það bil, já. Þannig að það er hér skýrsla frá 2019 sem er nýjasta, þannig að ég hugsa að margir bíði svona svolítið spenntir eftir skýrslu fljótlega, sérstaklega í ljósi þeirra atburða sem átt hafa sér stað hérna á síðustu mánuði. En mér langaði svona aðeins bara, ef við byrjum Sigríður, að þess að ræða sko hvað er skipulögð brotastarfsemi? Hún er bara svona eins og hérna orðalagi gefið til kynna. Þetta er svona brotastarfsemi sem er framme með skipulögðum hætti af tveimur eða fleiri aðilum og það er sérstakt ákvæði í hegningarlögum sem sagt þetta. Þannig að það sem að skilur þessa brotastarfsemi frá öðrum er þetta er ekki einstaklingur heldur er þetta unnið í hópur fólks. Já, og þá með skipulögðum hætti. Já. Þannig að það hafa verið svona ýmsa nálganir í þessi gegnum tíðina. Til dæmis hérna ákveðin tímapunkti þá horfðum við mest á ákveðna brotategundir. Það voru hópar sem sáu fíkniefnainnflutning, kannski aðrir hópar sem sáu voru líklegir til að stunda mansal en aðrir sem voru að stunda skipulagða brotastarfsemi á netinu eða eitthvað slíkt og svo peningaþvætti. Síðan breyttust áherslunar og við horfum dálítið mikið á það sem er að gerast hjá samstarfsaðilum okkar erlendis. Til dæmis Europol gefur þetta alltaf út mjög áhugaverða skýrslu, það er að koma núna ein út í mars. Kallið svo kvöldu SOCTA-skýrsla sem er opinber. Það sem er verið að tala mitt trendin í það sem er að gerast í Evrópu. Og tímabili sem sagt fóru Europol og okkar áherslur úr því að vera bara á ákveðna brotaflokka. Það sem við sáum í rauninni að hóparnir voru jafnvel með margs konar brot undir. Einmitt. Þannig að og bæði jafnvel og það sem við kannski horfum mest á núna er að jafnvel hluti af starfsemin er lögleg, hluti er ólögleg og svo framvegis. En þið segið hérna í skýrslunni 2019 að þá er heildar áhættustig varðandi skipulagða glæpastarfsemi gífurleg áhætta sem er svartastig, þetta var svona litakóði og svo voru svona flokku hérna, það voru fíkniefnabrot, það var mansalsbrot og hérna annað og í flestum tilfellum var þetta mjög mikil eða gífurleg áhætta. Og nú bara spyr ég, þetta var í maí 2019, nú erum við stödd í mars 2021, erum við ennþá á sama stað? Já, við erum ennþá á sama stað, en það þýðir samt ekki að það hafi ekkert verið gert. Akkúrat. Og til dæmis, það talaði það að fátt sé svo sem öllu illt að ekki boðið nokkuð gott, og til dæmis bara það þegar við lentum á þessum gráa lista út af peningaþvættinu og því, þá var spýttu stjórnvöld mjög í lófana og juku mannskap, menntun, þjálfun, alls kyns hlutir sem að var í rauninni komið í lag og bætt úr í tengslum við möguleika á peningaþvætti sem skiptir mjög miklu máli. Það er einmitt líka að gera áhættuskýrslur og öll þau embætti voru styrt sem umræðir. Þannig að það hefur haft talsverð áhrif. Síðan hafa verið settir sérstakir fjármunir inn í skipulagða brotastarfsemi. En eðli málsins samkvæmt eru þetta aðeins öðruvísi rannsóknir heldur en til dæmis ofbeldisbrot. Og ástæðan er svo að þetta eru langtíma rannsóknir í flestum tilvikum. Og kannski svipar meira til í rauninni efnahagsbrota rannsókna. Þetta tekið langan tíma, það þarf í rauninni hóp fólks í mjög langan tíma. Og þú þarf þá kannski aðra sérhæfingu eða þekkingu hjá þeim sem eru að fást við þessi brot? Eða hvað? Já, það er ekki nóg bara að afla upplýsingana, það þarf líka skipulagða vinnslu á þeim. Við þurfum greinendur inn í þetta. Það þarf mismunandi sérþekkingu og mjög oft samstarfi erlenda samstarfsaðila. Já, akkúrat. Og það er bara nánast undantekningarlaust, Og það er náttúrulega vegna þess að þessi glæpa hópar eða skipulögðu flokkar, þeir fara á milli landa. Þeir eru ekkert að virða neinn landamæri, er það ekki? Þannig að þeir bara flæða á milli og nýta sér fólk og fyrirtæki í mismunandi löndum, ekki satt? Jú, og geta verið bara mjög margar birtingamyndir á þessu öllu saman. Og
bara sem dæmi sko að við getum verið að horfa á kannski mannesku sem að flytja inn fíkniefni innvortis sem jafnvel þolandi mansals, ekki að gera þetta eigin sem sagt, yfir raunin ekki val, það verið að hagnýta sér manneskuna. Já. En út ef þú kemur inn á það, þá minnist ég þess að hafa verið á ráðstefnu hjá ÖSE líklega 2018, þar sem að var verið að tala það að mansalsþátturinn væri orðin stæðsti þátturinn í glæpastarfsemi. Það að segja að þetta væri orðið stærri heldur fíkniefna geirin sem hefði alltaf verið stæðstur. Sjáu þið einhver slík trend hér líka? Sko þá náttúrulega getur selt sem manneskuna mörgum sinnum og maður selur efnin bara einu sinni. Það er staðan. Og það er mjög mikil hagnaður af mansali og það hefur alveg tekt anga sína hingað. Já. Og lögregla hefur rannsakað talsvert af mansalsmálum. En það hefur verið erfitt að ná það fyrir dómstóla og það er ekki bara hér, heldur það allstaðar. Og megin ástæðan er svo að þú getur verið með mannesku sem þolandi mansals sem jafnvel áttar sig ekki á því eða er jafnvel mjög hrædd og við þurfum það jafnvel að reyna að tryggja öryggi þessara mannesku, ekki bara hennar, hans heldur líka sem sagt fjölskyldunar, það er einhver þvingun sem í gangi og sem eða ógn sem í gangi gagnvart manneskunni. Og jafnvel þá að aðstæður séu slæmar sem aðilanir í, að þá geta það samt verið betri heldur en það sem býður þeirra. Og svo er það alltaf þessi von betra líf. Já. Alltaf þessi von betra líf. Þannig að það sem við þurfum að gera er að við þurfum að horfa meira á heildina og þólandan. Við vorum eitt svona mál á Suðurnesjum fyrir margt löngu. Eina máli sem í rauninni hefur fengið sakfelling sem skipulega brotastarfsemi. Og það var litáískur hópur sem að flutti inn stúlku í þeim tilgangi að hún myndi stundavændi hér. Og þar til dæmis var mjög stór hluti af verkefni lögreglu var að tryggja öryggi þessara stúlku. Og það þar sem við þurfum að bæta okkur og ótrúlega gaman að segja frá því að ég var til dæmis bara fundi í gær með verkalýðshreyfingunni ASÍ, það sem að þau eru að gera hluti sem að eru mjög áhugaverðir, til dæmis bara að skoða heimilisofbeldi út frá sem sagt vinnustöðum en þannig sem svo sem annar hluti en þau eru líka að horfa á mansalið, fræðsluna og þess aftar og er að búa til samstarfsvettvang með okkur og við höfum verið að fara saman á vinnustæði og þess aftar og þetta er svo ótrúlega mikilvægt að ólíkir aðilar innan kerfisins og utan kerfisins vinni saman þannig að manneskjan sem umræðir viti fyrsta leið hvert hún á að leita og hún fái þann stuðning sem þarf að því þessu tilviki að þá skiptir það mjög miklu máli við að uppljóstra málið en annars kannski bara fyrir viðkomandi úr landi þorir ekki að tjá sig og þess aftar sem gerir það að verkum að málið fellir sjálft sig og síðan er það jafnvel mjög hólfa niður þannig að það þarf að ná fólkinu sem er að hagnast en ekki bara þeim sem er að flytja inn efnin heldur rekja þetta lengra til toppana eins og það er orðað. En út á kemur einmitt inn á samstarf hérna með ASÍ og það er tölvert fjallað það í þessari skýrslu sko út frá vinnumansali. Eitt er þetta í kynferðislegum tilgangi sem að kannski manni var tamara að hugsa til þegar talað er mansal en þetta getur verið með svo margvíslegum hætti og eitt af því eru líka þessi kerfi okkar. Það er talað náttúrulega sérstaklega ákveðna geira þar sem að var allt í einu mjög mikil þörf af starfsmönnum og þá komu margir erlendis frá, það er nefndur sérstaklega byggingageirin og ferðamannageirin. Nú er búið að vera COVID og lægði þessum geiri og þá veltum maður fyrir sér er við þá hætt að sjá þessu ummerki eða breytist það ekki svo glatt? Ég held að þetta breytist ekki glatt, þetta sé bara veruleiki sem við búum við og það er ekkert sem að, ég tekið sem dæmi mál sem að sitja mjög mikið í mér sem við náðum ekki að sanna. Það sem að var ungu maður sem að hafði komið hingað inn á einhvers konar svona pakka að í rauninni ekki með löglegri aðferð og hafði fengið aðstoð smyglara til þess að komast til landsins og skuldaði þeim fé fyrir, fór að vinna og vann sem sagt og borgaði skuldina tilbaka en hann borgaði hana tilbaka mörgum sinnum. Hann eignaðist einhverjar eignir bíl og þá komu fulltrúar smyglarna tóku það af honum. Hann átti í rauninni enga möguleika þegar hingað var komið. Kom enga mögulegum hætti, treystir ekki lögreglu
Nei, það þetta, við þurfum að reyna að passa að hlúa að þá líka horfa á þolendurna til þess að geta upplýst máli að fullu og svo bara fór hann allt inn á horfinu á landi og hann alltaf í rauninni við náðum ekki utan það mál en það kannski sýnir þetta er bara pínu lítið dæmi og síðan þetta þó að vændi sé löglegt á Íslandi þess að það selja vændi löglegt þó að sé ekki löglegt að kaupa það að það náttúrulega þarf það að vera alveg ljóst að viðkomandi sé að gera þetta af eigin vilja og sé að hagnast sjálfur það sé ekki annar sem að gera viðkomandi út og hagnast þannig að þetta rannsóknir sem bara mjög mikilvægt að ráðast í og þetta tekur tíma en þetta ótrúlega mikilvægt og þið mitt komið svolítið inn á þetta líka líka kerfin okkar séu stundum nýtt í þessum tilgangi þar að segja að þetta getur verið það brotastarf sem eins og segir það kemur hérna einhver inn leitar í þau gríðarlega mikilvægu kerfi sem hælisleitendakerfið okkar og hérna kannski undir ánöðu það bæði verið að taka fjármuni út úr opinbera kerfinu sem eru hugsa fyrir fólk sem í algjöru neyð og það kann ofta vera að þetta fólk sé í mikilli neyð en þetta skilir sér jafnvel ekki til fólksins sjálfs heldur síðan líka nýtt í einhvers konar svarta atvinnustarfsemi og afbrot og annað þess áttar. Já, við sjáum þetta og þetta til dæmis líka þekkt bara í nágrannalöndunum það sem að verið að nýta tryggingakerfi til dæmis með markvissum hætti það sem að fólk nýtur þess ekki sjálft heldur að vera að taka peninga út á í rauninni kennitölur og fólk láti bara sitja hýrasta í einhver einu herbergi gefa sig fram við aðila og þeirra kennitölur og auðkenni eru nýtt en fjármunirnir rata ekki til þeirra og eru oft bara mjög skelfilegar aðstæður. En nú erum við svolítið að ræða þetta eins og þetta sé þá oft erlendir ríkisborgarar eða fólk að erlendu bergi broti sem að koma annarkvort viljugt eða óviljugt í einhverjum svona tilgangi en það eru náttúrulega alveg tengst hér við Íslendinga, það ekki eins og við séum bara saklausa fólki og þetta sé einhver útlendingar. Alls ekki, og við erum bæði með Íslendinga sem starfa hérlendis í skipulagðri glæpastarfsemi sem voru umfangsmiklir í því að hafa verið að blárum saman en þeir eru líka að starfa, Íslendingar eru líka að starfa erlendis í skipulagðri brotastarfsemi og þetta eru blandaðar hópar koma hérna og þaðan en það sem kannski öðruvísi hér á landi við sáum það sérstaklega þegar við vorum að skoða og vinna gegn mótihjólagengjunum 1% klúbunum að þar voru svona hópar sem til dæmis á Íslandi brotnuður auðveldu upp og menn mynduðu svona bandalög innan á milli hópa sem í rauninni mjög óvinnulegt með aðra og við sjáum það líka í annarri brotastarfsemi. Áhugavert ef hægt að segja svo þennan málaflokk en ef við kannski vindum okkur í það ýmislegt búið að gera segir og þetta var 2019 og ég svo sem aflaði mér upplýsingar það og þekki það svo sem á þinginu sérstaklega varðandi peningaþvætti og það, við höfum nú aldeilis tekið til í því og sett ýmis lög og stundum finnst manni jafnvel vera gengi og langt í ýmsu, það hafa farið aukni fjármunir til lögreglunar og þeir eru þá líka tilgreindir í kannski mismunandi svona hlutverk oft hefur verið svona umræðan, opinber umræða vanti bara fleiri lögreglumenn út af við sjáum svo sjálfsagt lögreglumenn sem kannski ekki aðalatriði, ég vil eiginlega miklu frekar að þið séu að finna glæpamennina heldur en að ég sé endilega að sjá lögregluna en hvernig svona hefur þessu undir fram og ég líka velti fyrir mér sé það mjög í gegnum þetta, það svona ákveðin svona samþætting ef það hægt að nota það orð, samstarf bæði við erlenda aðila en svo líka milli lögreglu umdæma hér og ég bara hreinlega velti fyrir mér ég fór bara að hugsa því ég var að lesa af hverju erum við með lögreglu umdæmi af hverju erum við ekki bara með sérfræði Inga í ákveðnum brotaflokkum sem svo vinna saman þegar svo því að ég efast að afbrotamenn eru ekkert að velta fyrir sig hvort þið séu á Suðurlandi eða á höfuðborgarsvæðinu eða Austurlandi eða hvað? Þetta mjög áhugaverð umræða. Við náttúrulega höfum verið í erlendu samstarfi í langan tíma og við höfum líka verið í erlendu samstarfi og við erum náttúrulega með sjálfstæð embætti sem mjög mikilvægt fyrir landsbyggðina að halda sínu sjálfstæði, það mismunandi aðstæður á hverjum stað og svo framvegis. Og ég svo sem þekki þetta, ég var lengi á Ísafirði svo ég verið á Suðurnesjum og í höfuðborginni og hjá ríkislögreglustjóra þannig að ég þekki rauninni allan hringinn hvernig það að vera á litlum stað þar sem að þú þarftir rauninni fleiri lögreglumenn heldur en dagleg þörf segir til vegna þess að það getur allt komið upp á og þú getur lokast af og það eru langa vegalengdir þannig að það aðeins öðruvísi og svo í höfuðborginni þannig að
það kannski kringum 80% af glæpum landsins en helmingur af starfsfólkinu, þannig að það þarf að vinna mjög hratt og mikið álag út af því. Síðan flugvöllurinn sem með mjög flókna starfsemi í rauninni tveir heimar, þannig að þess að það ertu með flugvöllurinn í rauninni mjög sérhæður og síðan líka almenn löggæsla, það sem allt getur gerst líka. Og dómsmálaráðherra, ég var nú búin að vera bara örlítinn tíma í starfi sem ríkislögreglustjóri þegar hún kallaði mig til sín og vildi að við færum að herða sóknina gegn skipulagðri glæpastarfsemi og laði það til að það yrði settur á stað samstarfshópur á milli embætta og við erum að gera það, þannig að það er verið að nýta þessa krafta og til dæmis héraðssaksóknari ofboðslega mikilvægur samstarfsaðili í þessu, þannig að þess að hann bæði notar svipaðar aðferðir í efnahagsbrotunum en líka bara út af við getum elt peningana, við erum alltaf að sjá hvað peningarnir skipta miklu máli í þessu og við erum að vinna þetta saman en það sem auðvitað vandinn í þessu bæði náttúrulega sjálfstæðið, forræðið á rannsókninni, hver á að gera hvað, það þarf alltaf að taka þessa umræðu í hvers skipti og síðan það líka þetta að þú ert að skuldbinda til að setja ákveðin hóp fólks inn í langtíma rannsókn sem tekur kannski 1 til 2, jafnvel 3 ár. Síðan gerast einhverjir stóri hlutir og þá hugsanlega þarf að kalla hluta fólkinu tilbaka sem aftur skerðir gæði rannsóknarinnar. Þannig að það þessi skuldbinding sem erfið þegar vinnumagnið mikið og það rauninni það í raun, ef að vel ætti að vera þá ættum við að hafa einingu sem ekki tekið af í önnu verkefni. Og við til dæmis gerum þetta þegar ég var hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu og gerum þetta sérstaklega með kynferðisbrotin. Að þá í rauninni byggum við þannig hnútana að þeir starfsmenn sem innu í kynferðisbrotdeildinni væru sérhæfðir innu sem teymi, það var búið að finna út hversu mörg mál við réðum við á hverjum tíma og það var algjört skilur að þeir væri ekki tekin þótt það væri stort mandrap, þótt það væri þá væri mörg mál sem kemur upp sem í rauninni krefðust margra starfsmanna, það væri ekki hróflað við þessari einingu. Og þannig þarf þetta að vera með skipulagða brotastarfsemi. Maður myndi ætla það og ég út á nefnin og kynferðisafbrotum, ég fekk nú einu sinni tækifæri til að heimsækja lögregluna á höfuðborgarsvæðinu og fá kynningu á þeim breyttu ferlum sem hefði átt sér stað þar. Og þú veist, og það var oft bara svona einföld mál eins og það voru mismunandi litað möppur eftir hvort það væri börn eða fullorðin sko, og þú veist, bara þetta til að fækka málum sem að væru einhvern veginn í bið. Og ég reyndar að hugsa sko, af hverju þetta þá ekki eining sem vinnur fyrir landið allt? Þú veist, ég á voðalega erfitt með að skilja það að búa að byggja upp fagþekkingu á einum stað á svona, út að ég ætla að nefna sérstaklega kynferðisbrotin sem að ég myndi með þessu opuslega viðkvæm og kannski öðruvísi að rannsaka þau og þú ert náttúrulega með þannig þolanda og þú veist, kannski alltaf með þolanda, þetta var ekki rétt orðið komist, en ég er að segja að þú veist, sérhæfingin þannig að maður myndi vilja að þeir sem að kunni best til verka komi í rauninni alltaf að rannsókn slíkra mála. Það alveg sjónarmið og til dæmis Ríkisendurskoðun tók út embætti ríkislögreglustjóra á síðasta ári. Hvort það í lok 2019, ég held að skýrslan hann birst 2020 og þá komist þér að því að það þyrfti að breyta kerfinu og búið leitt umdæmi og þess áttar og nýta sérþekkinguna með öðrum hætti. Þetta er náttúrulega bara pólitísk ákvörðun. Hins vegar þegar þú líka mikilvægt að lögregla sé nálægt borgurunum og það var náttúrulega einhvern tímann rannsókn lögregla ríkisins sem að ekki gekk upp og þá voru þessi mörk á milli, hver ertu með alvarlegt brot, hver ertu með minniháttabrót, hvernig, og því að þú sér kannski ekki alltaf nema yfirborðið þegar þú kemur fyrst að máli. Þannig að þetta er ekki alveg einfalt, en fyrst og næst er þetta náttúrulega bara þannig að við þurfum að hugsa lögregluna og erum að hugsa lögregluna upp á nýtt. Við erum ekki valdastofnun, við erum þjónustustofnun, við vinnum fyrir skattfé, við vinnum fyrir borgarana og það er náttúrulega algjört grundvallaratriði að við getum unnið saman eins og ein heild, þannig að kostir hvers liðs fyrir sig nýtist allstar. Við ekki tekið sem dæmi núna, við höfum til dæmis verið að nýta landamæraverði frá Suðurnesjum inn í smitrakningu í almannavörnum sem hefur reynst frábælega til fólk með mikla tungumálafærni, auðvelt með samskipti og þess áttar. Þannig að þau hafa verið að hjálpa okkur og við erum að reyna að styrkja
þetta samstarf og samhæfingar hlutverk. Og lögregluliðin hafa alveg verið að styrkja hvert annað. Já. Og það er... Þið fyrir með eitthvað sem heitir lögregluráð, það ekki? Jú, já. Það er tiltölulega nýtt og sem að við lögreglustjórnir hittumst mánaðarlega og förum yfir þau mál sem koma upp. Já. En það er alltaf í öllum löndum er þetta allstaðar þessi umræð, átt að vera miðlægt, átt að vera dreiflegt, það er alltaf þessar kerfisbreytingar. Hættan er bara þessi að þegar peningandi minnka þá harnar á dalnum, þannig er þetta og við erum náttúrulega með skattfé, þannig að við erum mönnuð eins og samfélagið statt hverju sinni og þurfum að taka þátt í því hvernig sem það er, við erum ekkert í einhverju tómarúmi og við verðum að nýta tæknina og við erum að gera það eins og við mögulega getum. Við notum business intel. Við notum lín aðferðafræði sem að því það við notum einhvers konar bestun á ferlum þannig að við séum ekki að fara í óþarfa lekkjur og lekki og til dæmis bara það að við erum að horfa núna meira á þessa rafrænu eins og réttavæslugáttin sem ég held að ráðherra hafi bara verið að kynna núna. Já. Það sem að við getum í rauninni flutt mál bara rafrænt alla leið yfir í dómstól. Og þá þú sem þolandi þegar þið hefur langað að fylgjast með málinu, ertu að tala að það sé núna komið inn í... Það á leiðinni í kynferðisbrotunum og sérstaklega er það þannig að það er náttúrulega búið að vera mjög slæmt ástand að því líka til að sem þolandi kynferðisbrots að þá hafður kannski ekkert alltaf mikla aðkomi. Nei, og þú getur gast tala við þinn réttargæslumann sem gat hringt og svo framvegis og svo varstu kannski bara að bíða eftir bréfi það hvort að málið myndi halda áfram eða ekki. Niðurfellingin var jafnvel bara skrifuð á lagamáli sem var erfitt að skilja. Þannig til dæmis á LRH settum við upp sálfræðing sem átti að hjálpa mitt til við að útskýra. Lögreglan Norrlandi Eystra. Þau voru með sérstakt verkefni í Hallabergþór og hennar fólk það að hreinlega útskýra málið hvernig niðurfellingin færi fram. En það sem við erum að þróa núna og búið að vera í gangi í smá tíma og voru svona pínu tæknilegar hindranir sem við erum að yfirvinna. En það átt þú sem þolandi ofbeldisbrots og kynferðisbrots að byrja þar að geta séð hvað málið mitt statt. Er það í rannsókn, er það hjá ákærusviði af því að fólk er ekkit endilega að gera greinamun á þessu og það sem að við kannski teljum vera velhæfna mál það finnst þolandanum kannski bara alls ekki velhæfna mál af því að það tekur allt og lítinn tíma allt og mikinn tíma og það sem það á líka geta séð það til dæmis hversu langan tíma tekur svona má reikna með að sambærilegt mál taki og hversu mörg mál svipu mínu eru í gangi þó þau sé aldrei eins. Það er líka gott að vita að þú ert ekki einn þarna. Og í rauninni er þetta bara fáránlegt að við getum séð allar okkar bankaupplýsingar á einum stað. Við getum séð heilbrigðisupplýsingarnar á einum stað. Akkur hefur við ekki að geta haft mínar síður í lögreglunni þannig að þess að þú ættir að geta séð hvenar hraðaksturinn dettur inn eða hvaða nú er. Þetta bara skiptir greiðlega miklu máli þannig að við erum að þróa okkur í þessa átt og fylgja þessari stafrænu bylgju og auðvitað viljum alltaf bara stefni það að lögreglumenn séu bara með allar upplýsingar í símanum, séu alltaf með bestu upplýsingar hverju sinni. Eru þeir að fara í hús þar sem eru mörg vopn til dæmis. Það getur skipt máli hver er kallaður út. Er þetta fólk af erlendum uppruna sem getur þýtt að við þurfum túlk eða einhvern sem að ræður yfir því tungumáli. Það er bara svona hluti sem við þurfum að skerpa okkur með og ef við horfum alltaf á kunnan, horfum alltaf á þann sem við erum að þjóna, að þá eru meiri líkur á því að þjónustan sé þannig úr garði gerð að hún skapi sátt og traustið er algjör grundvöldu fyrir okkar störf, traustið er bara okkar gjaldmiðl og það skiptir bara miklu máli að við hlustum á kunnan okkar og hlustum á samfélagið, hlustum á líka neikvæð umræðina og lærum af henni þannig að þess að við vitum kannski ekki endilega alltaf hvað er best. Og ég bara tek eitt pínlítið dæmi sem að situr í mér og það er fyrir mörgum árum og þá fór ég á fundi á UNICEF með þolendum kynferðisbrota, ungi krakkar og þau voru að segja upplifun sína af kerfinu sem var bara mjög mismunandi og þar til dæmis kom fram að einhverju þeirra hefðu fengu kvenkis lögreglumann, rannsóknarlögreglumann en hefðu viljað fá kallmann. Þarna gaf ég mér að konur eða unga stúlkur sem hefðu orðið fyrir kynferðisbroti að þær vildu fá konu sem rannsóknarlögreglumann. Það var bara alls ekkert þeirra sín. Þannig að þetta við þurfum að hlusta á fólki sem við erum að þjóna. Að það sé boðið og það er að hafa fólk ná einhvers konar valdi yfir sínum aðstæðum.
Þetta áhugavert, en út af því að þú nefnir hérna tæknina, sko í þessum skipulegu brotarstarfsemi, þá ætla ég að ímynda mér að þetta sé nú hérna aðilar, og þá maður að tala þessa toppa sem að skipulega geta allt, sko vel að sér og með netin sín út allt. Varðandi erlenda samstarfið, nú hefur það aðeins borið á því og ég sé það hérna í einhverju minnisblöðum frá ráðherra og út frá fundinum ykkar að það er svona ákveðin krafa hjá ykkur eða áherslur breytingar til þess að þið eigið auðveldara, ef ég skildar rétt, með að vinna með samstarfsaðilum okkar úti, hvað er að tala um hinu Norðurlöndunum með annars þar í Evrópu. Getur þú sagt mér aðeins frá því í hverju felst það? Já, þetta er bara okkar reynsla og okkar fólks. Sko, Europol fulltrúin er að hjálpa okkur mjög mikið bara í þessum málum. En við þurfum kannski að styrkja okkur í tengslum við Eurojust samstarfið sem er þá saksóknara samstarfið. Einmitt upp á heimildir og fleira. Getur verið með mörg lönd, jafnvel undir og við höfum verið með slíkar rannsóknir sem að krefjast kannski þekkingar á innviðum hvers lands. En við höfum séð það að það er ákveðin atriði sem að greina okkur frá öðrum löndum. Þeim samstarfslöndum sem við erum með og eitt af því er afhending gagna. Við erum með mjög ríka afhendingaskyldu. Þegar þú tala um það, ertu að tala um afhenda gögn til verjanda. Okay. Þannig að sakborningar hafi rétt á að sjá öll gögn en á einhverjum tímapunkti við kannski þyrftum að hafa meiri sveigjanleika, sérstaklega þetta eru erlendar rannsóknir, þar sem að er meiri heimild hjá okkar samstarfsaðilum að halda eftir gögnum að því að þeir vilja vinna með okkur. Við höfum lent í þessi raunverulega í máli þar sem að við þurftum að afhenda gögn sem okkar samstarfsaðilar voru alls ekki tilbúnir að afhenda á þeim tímapunkti og töldu skaða rannsóknina. Annað er að við þurfum að vera búin að gefa út ákæru innan 12 vikna eða sleppa viðkomandi og við erum að tala um í örfáum tilvikum. Þá getur þetta verið mjög krefjandi vegna þess að þú getur verið einmitt með samstarf erlend. Það sem þú ræður ekki hraðanum. Þú getur líka verið með einhvers konar tækni rannsóknir eða eitthvað slíkt sem taka tíma. Sumt þurfum við að senda út. Við höfum ekki getu í allt hérna sjálf en erum í samstarfi við erlendi yfirvöld. Þannig að það er þessi atriði sem við höfum bara verið að vekja athygli á. Þar með erum við ekki að segja það að þetta sé í öllum málum. Við erum ekki að víkka út bara eitthvað allar heimildir sem við höfum, við erum ekki að segja það. En við erum að segja... Eða verður þetta hræðslan við lögregluríki, skilurðu þegar það er talað um eitthvað svona, sko? En við má heldur ekki gleyma því hvert við erum búin að vera að stefna. Við erum komið með lögreglunám á háskólastígi. Við erum núna með búkmyndavélar sem tryggja bæði borgaran og lögreglumannin í samskiptunum. Við erum með mjög mikið eftirlit. Við nefndum eftirlit með lögreglu fer yfir allt sem kemur upp, meira og minna. Og það eru margir eftirlitsaðilar sem þar eru. Og með auknum heimildum kemur að sjálfsögðu auki eftirlit og við viljum það. Við viljum geta bara fengið inn fólk sem að við getum sýnt málin og þá viljum við að sjálfsögðu bæta okkur ef við gerum mistök og leiðrétta og kannski styrkja einhverja þekkingu eða einhverja fræðslu. En það er líka svolítið þreytandi að koma ekki sínum punkti á staði. Við erum alltaf til skila. Við erum alltaf bundin þagnaskildinni. Sem þýðir að það kannski verið að segja að lögregla hafa farið offari, svo umræði kannski mjög hávær, svo fyrir máli í gegnum nefndum eftirlit með lögreglu, kemur í ljós að lögreglan fór ekki offari, en það kemst aldrei inn í umræði. Nei, því að trausti þarf að vera byggt á staðrindum. Og við erum með mjög mikið traust, en það er líka ótrúlega dýrmætt og það er fljótt að hverfa ef við stígum villust niður. Við viljum bara fá rétta mynd út. Einmitt. En ég skil það og ég held að það sé nú til mikilla fyrirmynda einmitt hvað lögreglan hér á landi hefur mikið traust og ég held að það sé nú líka mikið til vegna þess áhersla sem þú ert að segja hér að þið eru þjónar borgarana. Tíminu auðvitað flýgur, ég verð samt að fá að koma inn á eitt í viðbót því að þegar maður talar skipulagða brotastarfsemi þá eru fíkniefnin svolítið mikið undirliggjandi, stór hluti af því. Og þá hreinlega velti maður fyrir sér getum við gefist upp fyrir fíkniefnalausir Íslandi, ég held við reyndar getum því miður gert það, en ættum við bara að löglega þetta og bara setja ykkur að ramma utan viðskipti með þetta og nú bara svona kasta ég þessu fram og velti fyrir mér, er einhver dæmi þau ríki sem kannski hafa gengið lengra? Ég hugsa Portúgal því þau hafa voru svolítið fljótvarandi þá allavega þetta með refsilausa neysluskammtana. Er þessi umræða eitthvað í gangi meðal lögreglumanna eða innan lögreglusamfélagsins í Evrópu hvort að
þetta sé spurningum að setja bara böndi yfir þetta. Ég sé að marihuana framleiðsla, hún bara orðin það mikil hér á landi að það lítið sem ekkert flutt inn af þessu, sem þýðir það eru einhverjir að rækta mjög mikið af því og það kannski eitt af því sem við gætum sagt að væri þá bara lögleg ræktun og meðan við höldum því áfram að það sé auðvitað mjög óheilsusamlegt að nýta sér þessi efni. Hvað segir þessa pælingar? Svolítið stór spurning, það eru nokkur atriði í þessu. Já. Í fyrsta lagi náttúrulega viljum við þetta vernda börn og ungmenni og ef að við tökum alveg refsinguna út að þá gætu við staðið fram fyrir því að skilabúðin væri einhvern veginn með þeim hætti að þetta væri ekki svo hættulegt. Já. Og við erum ekki mikið að horfa á neytendur í dag nema það bara í akstri sem þá að valda hættu. Já. Og auðvitað erum við ekki bara með þannig að neytendur séu, við erum með neytendur sem eru líka seljendur. Þeir kannski fjármagna sína neyslu með sölu. Þannig að þetta ekki alveg svart og hvítt. Hins vegar þurfum við að fara í einhvers konar skaðamingun og það náttúrulega þegar heilbrigðisráðherra leggur fram frumvarp þá segir það okkur mjög margt og við sem lögregla, við búum ekki til leikreglur samfélagsins. Við fylgjum leikreglum samfélagsins og munum að sjálfsögðu taka þátt í þeirri umræðu. Það sem hins vegar truflar okkur það að við sjáum alla þessa skelfingu og eymd sem fylgir fíkniefna sem sagt þegar fólk ráði fíklar. Já. Akkurat. Og það náttúrulega það sem við viljum reyna að venda og svo sjáum við líka allan hagnaðinn og hörkuna í fíkniefnaviðskiptunum, hörkuna sem beinist af fíklunum og þeirra jafnvel fjölskyldum þegar þau get ekki greitt og svo framvegis. En á móti kemur að það líka aðstoð að hjálpa fólki sem lendir í neyslu með þessum hætti. Þannig að þetta freka flókið spurning, hættan þessi ef við bara segjum ok, þessi nálgun okkar hefur bara ekkert verið að virka, við erum bara að prófa eitthvað annað og gefum þetta alveg laust, þá verðum við líka að horfa á það að það ekkert ríki að gera það. Nei. Það þá verið að taka þá á þá málum það sem koma ungmenni og verið að taka einhverjar aðrar nálgun inn í það. Þetta ekki eins og þetta sé bara algjörlega eftirlitslaust eða að það sé ekki verið að fylgja málum eftir eða að gera eitthvað. Þannig við megum ekki bara segja pínu hluta af myndinni, við þurfum þá að skoða hana alla. Alla í heilsinni, akkurat. Og hvernig þetta raunverulega virkana. Þetta vandamáli við þetta svolítið polarisirð umræða. Já, einmitt, alveg annarkort þetta sé bara fullkomlega eðlilegt og hins vegar þetta sé algjörlega hræðilegt. Þannig að við þurfum að finna einhverja samfélagslega ásettanlega lendingu. Já, og lögreglan náttúrulega bara hluta því að finna þá laust. Já. En bara þegar vorum að tala til dæmis neyslurými og þess að það þurft að hugsa þetta til enda. Já. Hvernig ef þú ert með einhvern radíus í kringum neyslurýmið, hvað ef einhver deyr inn í neyslurýminu af neyslu? Það og það hjúkrunarfræðingur eða hvernig getum við aflétt þá einhver mögulegri refsingu? Já. Það bara að hugsa þetta til enda. Já. Og ég var nú með þátt fyrir nokkrum vikum síðan þetta neyslurýmin og það að afglæpavæða neysluskammtana. Við erum aðeins komið fram yfir tíman, það ein spurning samt í viðbót. Vá, við getum verið alltaf að ræða þessi mál. Umræðan núna að undanförnu hefur verið líka það að það sé mikið af löglegum fyrirtækjum tengdum þessari starfsemi. Það að segja, þú þarft að koma að þessum mikla ágóða sem virðist vera þessari ljótu starfsemi einhvern veginn inni í umferð. Og nú bara, nú er ég aðeins að velta fyrir mér því svo fyrir af stað líka bara alls konar umræður í samfélaginu það er auðvitað þetta fyrirtæki eða hitt fyrirtæki eða eitthvað og ég hugsa líka þetta hefur mjög slæmar afleiðingar fyrir fólk sem bara í viðskiptum og heiðarlegt í því. Svona hver er þín sýn á þetta? Eru þið að fylgjast raunverulega með og eru þið þá í góðu samstarfi skattayfirvöld eitthvað þessáttar til að afla þessara upplýsinga? Og þá velti ég líka fyrir mér, er ekki mikilvægt að ef að upp er einhver grunur að það sé rannsaka tiltölulega fljótt og komið þá fram svo að það líka ekki fleiri fyrirtæki undir grun? Ég veit alltaf þetta, við erum auðvitað bundið þagnarskyldu og þverfælið samstarf eða auðvitað lykillinn að þessu. Skatturinn er mikilvægur samstarfsaðili og héraðssaksóknari sannarlega og fjármuna rannsóknardeildirnar líka, þar sem að fjármunabrotar rannsóknardeildirnar hjá embættunum. Og það náttúrulega er bara eitthvað mjög óeðlilegt ef fólk er að kaupa miklar eignir og hefur engan tekjur, náttúrulega alveg ljóst. Það er alveg ljóst. Og líka að nota mikið reiðufé, það á að koma peningaþvættistilkynning ef þú ert að reiða fram það borga allir með kortum í dag eða úrinu sínu eða eitthvað sem er rekjanlegt, þannig að það að þú sést með stóra summur af reiðufé er á að vera bara allir aðilar, fagaðilar, fasteignasalar, bílasalar, banka, starfsmenn,
þeir eiga náttúrulega að lyfta því upp að mögulegt peningþvætti sé að ræða og það fari þá í rannsóknarferil strax. Þannig að þetta er einhverju litið samfélagslegt, bara alveg eins og skattsvikin. Akkurat. Það er 2 til, sko. Já, það er bara raunverulega þannig. Já. Þannig að jú, auðvitað náttúrulega viljum við gera allt hratt og vel, en það er það sem að þessi umræða fjölda lögreglumanna í þessum verkefnum. Það er ekki bara lögreglumenn, það eru greinendur til þeim sem er gríðarlega mikilvægir. Það snýst ekki bara með afla upplýsingarna, þú ert að vinna úr þeim með ábyrgum og faglegum hætti og eins rætt og örugglega hægt er. Þannig að hversu mikið af fólki getur haft sem er bara í þessum verkefnum þegar allt annað er líka í gangi á sama tíma. Þetta er þessi lína sem við erum að feta forgangsröðun sem það þurfa allir að forgangsraða. Það þarf að gerast í menntakerfinu, það þarf að gerast í heilbrigðiskerfinu og það líka að gerast í lögreglunni. Við getum aldrei sinnt öllu jafnt. Þannig að við þurfum að forgangsraða og með skýrslu greiningadeildar sem þú opnaðir þetta spjall okkar á, þá segir það bara að þetta er það mikil áhætta út af samfélagslegum áhættu þáttum að við verðum að forgangsraða þessum verkefnum þátt. Akkurat. Og það er það sem okkar ráðherra hefur verið að gera og til dæmis að setja inn fjármuni núna til okkar til þess og þá er það líka fellur því okkar hlut að nýta þá með eins ábyrgum og skilvirkum hætti eins og hægt er. Akkurat. Það eru góður lokaorð og ég er sammála því það þarf að forgangsraða þessum brotum hátt. Ég sá hér einhvers staðar í skýrsluna það stóð sko á eftir náttúruhamförum að þá væri þetta svona mest áhættan. Ég reyndi að velti fyrir mig hvort að eitt stykki veira kemur svo líka inn og ég hugsa í hvers konar heimi búum við núna þar sem við búum við eldgoshættu, veiru og alvarleika í þessu en það hefur svo sem verið áður og við komistum alltaf í gegnum þetta. Sigríður Björk, takk kærlega fyrir að vera hérna með mér og útskýra þetta svolítið fyrir okkur og eiga þetta samtal. Fyrir mig var það allavega mjög gagnlegt og ég vona að þeir sem hafa verið að horfa hafi líka lært eitthvað og fræðst þennan mikilvæga málaflokk sem við erum svo sannarlega einbeitt okkur að og þurfum að gera enn meira á næstu árum. Ég ætla að vera hérna aftur að vikuliðinni. Þá með allt annað málefni, þá ætlar hún Margrét Pála sem ég ætla að kalla skólafrumkvöðul að vera hérna hjá mér. Hún stofnaði Hjallastefnuna á sínu tíma og við ætlum að ræða skólamálina, stöðu drengja innan skólakerfisins, læsi þeirra og svona ójafnrétti í skólakerfinu og hvernig best er að takast á við það. Takk fyrir kærlega í dag.